En til mín komin góður gestur. Sá heitir Viðar Helgason, bæjarfulltrúi hér í Árborg. Vertu velkomin hingað til okkar, Viðar. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér. Já, það nú ekki leiðilegt að fá góða gesti hingað til okkar í svona spjall og nú eitt og annað nefnilega sem við kannski vissum ekki af þegar við vorum að undirbúa þetta spjall okkar fyrir nokkru dögum síðan. Eitt og annað að gerast mjög spennandi hér í skipulagsmálum í Árborg og á Selfossi. Það verið að segja frá hugmyndum sem að koma bara virkilega vel á óvart og eru spennandi. Segðu okkur nú aðeins frá að því þú hefur nú fengið kynningu á þessu verkefni. Jú, þeir komu til okkar, þeir aðilega sem að standa þessu miðbæjarskipulagi fyrir einhverju síðan og kynntu þessar hugmyndir fyrir okkur bæjarfulltrúum, voru búin að kynna þetta fyrir meiri hlutanum áður og það sem við fengum að sjá var náttúrulega vakti hjá manni bara mikla vonu það að þetta yrði að veruleika því að þetta gríðarlega spennandi verkefni. Já, þetta bara uppbygging á þessu miðbæjarsvæði sem búið að standa autt núna í nokkur ár og verið mörgur svona þyrnir í augum að sjá þetta fallega og verðmæta svæði hér í hjarta bæjarins ónotað. Ég heldur betur og þetta svo sem eitt af því sem við töluðum nú þannig fyrir kosningarnar og það væri það að við myndum vilja sjá sem sagt miðbæin byggjast upp á einhvern fallegan hátt. Það var náttúrulega þannig skipulag fyrir sem að ég held að í raun og veru fáum hafinu hugnast með þessari byggingu sem átti að skerma þetta af. Þannig að þetta gríðarlega spennandi og það sem við sjáum náttúrulega líka að þarf að gerast í framhaldinu og við höfum nú rætt þarna í bæjar sem sagt í sveitarstjórninni þarna og það það að við þurfum að taka okkur til í beinu framhaldi og skipuleggja miðbæjargarðin sem verður þar á bakvið. Einmitt, þannig að hann muni nýtast inn í þetta líka. Akkurat. Þarna verður bara komið sem sagt svæði sem að býður þig velkomin þegar þú kemur yfir Ölfusárbrúna. Já, þá blasir þetta bara við. Þá blasir þetta við og þessi kirkja sem á að vera hluti að þessu og fólk getur nú farið þarna inn á heimasíðu þessa félags. Já, Sigtún þróunarfélags, já. Og þar eru ansi góða myndir og myndband að því svona hvernig þetta mun blasa við ferðafólki þegar það kemur þarna inn. Já. Og þetta mun kalla á fólk til þess að stoppa og það náttúrulega eitt af því sem okkur hefur sárlega vantað hérna á þetta svæði. Okkur hefur vantað eitthvað segul, eitthvað aðdráttur afl hér. Algjörlega. Og þetta mun leyfi mér að fullyrða að verði þetta veruleika sem að ýmislegt bendir nú til að þá mun þetta breyta öllum forsendum fyrir því að reka ferðaþjónustu fyrirtæki á svæðinu. Já, verslanir og allt sem bara nefnir í tengslum við ferðamennsku. Já, ekki bara á Selfossi heldur ekki síður niður á ströndinni. Akkurat. Af því að þetta mun styðja hvað annað. Allt styður þetta hvort annað og það má nú svolítið kannski gaman að segja frá því að við erum búin að það var skipunefnd sem að ég Eggert og Ásta erum í sem að áttum svona að huga að framtíðarsýn ferðaþjónustu mála í Árborg. Og við höfum verið að halda fundi, við heldum fundnir á Eyrarbakka í fyrrakvöld og Stokkseyri í gærkvöldi. Já. Og niður á ströndinni mjög mikið grasrótastarf búið að eiga sér stað undanfarna mánuði og þetta svæði að verða, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, svona tilbúið til þess að fara að taka við ferðamönnum. Já, einmitt, já. Og ef að þarna mynda svona stór segull og þá náttúrulega í kjölfarið því orðið þarf að auka gistirými og það hefur reynda verið að eiga sér stað núna. Það að opna nýju gististaðir og það verður kannski grundvöldur fyrir að reisa annað hóteljafel. Akkurat. Þetta mun gjörbreyta öllu. Þetta mjög spennandi. Já, þú nefnir þarna tekið eftir kirkju og þá þú að tala það sem einu sinni var í svona hugmyndavinnu einhverji að reisa stóra miðalda kirkju upp í Skálholti. Sú kirkja gæti hugsanlega verið inn í þessu dæmi hér á Selfossi.
Já, eftir því eins og ég skil þetta þá á þetta að vera svona miðaldakirkja byggð í þeim stíl já. Og þær tekníkar sem ég sé þá verður hún svona eiginlega byggð til háls það verður svona þverskorinn og að baka til verður glerveggur þar sem að fólk getur séð inn í kirkjuna og síðan er önnur hugmynd sem að þannig var í þessu líka og það er að byggja stóran torfbæ þar sem saga byggingu torfbæ á Íslandi verður rakin. Einmitt, já. Og það verður gríðarlega spennandi að sjá og svona alltaf bursi frá því hvað þetta hefur mun hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, þá náttúrulega mun þetta hafa gríðarlega áhrif á bara innspýtingu inn í atvinnulífi á framkvæmda tíman. Já, því það tala að fjölmargir muni bæði að fá vinnu við þetta framkvæmda tíman og eins líka þegar þetta er komið í gagnið og farið að laða ferðamenn. Og þarna kemur þá líka annar vinkill á umræðuna nýjan veg og nýja brú hérna við Selfoss. Nú má brúin þá koma því að við fáum nóga af umferð samt yfir gömlu góðu Ölfusá brú og þá þurfum við bara hreinlega að losna við þessar þungaflutninga út úr bænum sem allra fyrst. Já, ég held að við þurfum allavega síður að hræðast að vegastaðið breytist við þetta. Það verður þá meiri ástæði fyrir fólk, eða það fólk sem ætlar sér að koma inn á Selfoss til þess að skoða það sem er í boði, það mun koma þarna. Þá losnum við einmitt við þessa umferð sem við viljum ekki fá þarna í gegn. Akkurat. Ég held að ég myndi ekki hafa stórar áhyggjur af því í kjölfarið á þessu, eða semst að brúin myndi að ný brú yrði byggð. Akkurat sko. Því að nú sjá eða tala ferðamála fulltrúar og fræðingar að enn muni bæta í ferðamannastraumin og spár fyrir árið bara í ár eru kannski 1.300.000 þannig að þetta er að fara langt fram úr björtustu spám sem áður voru gerðar. Þessi ferðamannastraumir hér til lands. Ja, heldur betur, ég starfa nú sjálfur í þessum geira, leiðsögumaður og þannig að þetta er búið að vera í mín aðalatvinna núna í sennilega verða fjórða ár og á þessum árum hef ég séð bara mun, sko, ferðamanna fjöldi núna í janúar og febrúar svona samkvæmt minni tilfinningu svipaður og hann var háana tíma fyrir kannski 4 ára síðan. Já, bara hásumri. Bara hásumar, sko. Og þetta er náttúrulega fagnaðarefni, við viljum fá tekjurnar af ferðamönnunum. En auðvitað er þetta náttúrulega áskorun líka fyrir okkur, að við verðum að svona, eins og einhver sagði, í upphafi skildi endinni skoða, við verðum svolítið að leggja þetta fyrir okkur, hvernig sjáum við þetta fyrir okkur í framtíðinni. Þannig að þetta er ekki bara það að við viljum bara peningana. Nei, auðvitað ekki. Og þegar við tölum ferðamenn þá erum við ekkert endilega bara að tala erlenda ferðamenn. Við erum að tala íslenska ferðamenn líka. Akkurat, þetta viljum við líka ferðast og skoða landið okkar Íslendingar. Og það er eitt af því sem við höfum verið að leggja til í þessari nefnd og skoða er að Árborg verði, hvað maður segja, markasett eða ímynd okkar verði svo að þetta verði fjölskylduvænt svæði. Og þá er það ansi víðtækt hugtak. Það er ekki bara sem sagt í sambandi við ferðaþjónustuna, heldur líka bara að laða fólk að til þess að flytja á svæðið. Til búsetu hér, já. Búsetu, ég meina, við erum þannig staðsett, við erum það nálagt höfuðborginni og við erum ekki lengri fjarlæg frá en að fólk getur raun og veru það er að segja þegar helliseiðin er ekki lokuð kyrst á milli og sem sagt unnið þessun í bænum eða þá náttúrulega þurfum við líka að auka atvinnumöguleikana hér en við erum afskaplega vel staðsett gagnvart þessu. Hvernig hefur bæjarfulltrúanum liðið í þessi rúm 2 ár sem þú hefur starfað í bæjarstjórn Viðar? Hvernig líka þér að vera í bæjarstjórn? Já, þetta er nú reyndar ekki nema tæft 1 ár sem er komið. Nei, það er ekki. Lein. Já, mikil ósköp. En veistu það, mér líkar þetta bara afskaplega vel. Já. Og þetta hefur komið með þægilega óvart hvað þetta, ég hef gaman að þessu. Já. Ég held að Árborg megi vera þakklátt fyrir það þeir sem að gefa kost á sér í þessi störf í Árborg þetta er afskaplega gott fólk og ég er mjög
ánæður með samstarfsfólk mitt í aðra bæjarfulltrúa. Þetta er búið að ganga mjög vel og fólk samstillt og ég ætla bara að segja meira hlutan að það til hrós að þeir hleypa, það er mikið samstarf meðal fólks. Þeir leita álist til okkar annar og þetta maður hefur það meira á tilfinningunum við séum öll að starfa saman að því að reyna að gera þetta samfélag okkar betra. Já, þeir hafið erindi þarna, þeir hafið hlutverk þarna, ykkur ekki haldið til Nei, alls ekki, þvert á móti og þannig náttúrulega á þetta vera og það var ástæðan fyrir því að ég gaf kost á mér í það að fara að snúa mér að stjórnmálum var svo að eða sem sagt pólitík réttar að sagt að maður þessi stjórnmál, þessi umræða sem að maður hún var orðin svo leynileg, þetta var orðin svo vond umræða og svona þetta pólitíska landslag var orðið bara óþægilegt. Já, þetta eins og mér dettur í huga að þú sér kannski að vísa til það sem að gerast í landsmálunum, að þetta orðið þreytandi og svona en almenni íbúi í landinu, hann nennir ekki að hlusta á þessa vitleysu sem í gangi á Alþingi. Og ég þau gildi sem að svona björt framtíð vill reyna innleiða, það svona kannski málefnalegri umræð og við séum raunverulega að vinna fyrir fólk. Þegar ég svona kannski fór að kynna með það að þetta höfðaði mjög vel til mín og það má kannski segja að við þurfum að berjast minna fyrir því hér í Árborg heldur en víða annars staðar af því hér þetta í raun og veru í gildi, fólk að vinna saman og það afskaplega vel. Það mjög gott til þess að vita að allir þessi nýju fulltrúar okkar í bæjarstjórn hafi þarna erindi og séu glaðir í sínu starfi. En aðeins svona víðar svona í sambandi við lífið og tilverun þú segist vera starfandi sem leiðsögumaður og þar mikið að gera. Hvert Viðar Helgason að fara með ferðamenn? Það nú mest þetta nú svona dagsferðir hérna Suðurland upp í Borgarfjörð Landmannalaugar á sumrin og það svona vítt og breytt bara. Já, Þórsmörk og ég segi oft svona í gríni við hérna fólki sem ég fer með að ég með ákveðið svona limit á því sem ég geri ekkert sem leiðinlegt. Nei, einmitt. Það hendar ágætlega. Þetta starf á afskaplega vel við mig. Ég náttúrubarn í mér, hef alltaf verið það. Alltaf verið heillaðar á fjöllum og fjallamennsku. Þannig að ég á stundum erfitt með að trúa því einhver vilji borga mig fyrir að gera þetta. Já, borgaði fyrir að gera það sem þér finnst skemmtilegast í lífinu nánast. Já. Ég ekki upplýsa neitt leyndamál, veit ég, því að það auglýst í dagskráni í dag að fjallaleiðsögumaðurinn Viðar Helgason, hann á afmæli á morgun. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, það mun vera rétt. Þetta síðasti dagurinn á þessari ævi sem ég með 49 ára. Já, á þessum tug. Næst það komin á 7. tuginn. Er ekki bara gaman að eldast í dag og ná þessum áfanga? Jú, mikil ósköp. Ég hef aldrei verið á betri stað í lífinu mínu heldur en ég nú. Ég náttúrulega hamingjusamlega giftur, ég 5 barna faðir og ég hefur ekki neinu að kvarta í lífinu. Ég kannlega góðu ástandi og þannig að, þetta bara dásamlegt. Þetta er gott að heyra. Þú býrð niður á Stokkseyri, ekki satt? Jú. Já, og gott samfélag þar? Alveg dásamlegt. Við, Hulda kona mín, við bjuggum sem sagt í Reykjavík og ákváðum að flytja á Stokkseyri 2007 og ég veit ekki hvernig ég orða það svona eftir smá núning í byrjun þar sem að Hulda, kona mín, hún var nú ekki alveg vissum að þetta hefði verið rétt ákvörðun að þegar að sá núningu var að baki þá erum við algjörlega búin að falla þarna inn í samfélagið og þetta við hefðum ekki getað óskað okkur betra samfélags að búa í það, fólki þarna niður frá hefur tekið okkur opnum örmum og þetta mjög vinalegt og rólegt náttúrulega og það var nú eina ástæðinu fyrir því að við ákváðum að flytja þarna og náttúran bara svo ótrúlega falleg. Einmitt. En það er kannski gaman frá því að segja að því að við keyptum húsið af henni Ástu Stefánsdóttur og allir þeir bjuggu þarna í húsinu. Ég held að það sé að verða hefð fyrir því að þetta hús gefi af sér svona bæjarstjóraefni. Já. Nú heyrir maður nefnilega þær raddir stundum
hér upp á Selfossi frá fólki niður við ströndina bæði á Stokkseyri og Eyrarbakka að þjónusta sveitarfélagsins sé kannski ekki alveg nógu mikil eða góð í strandtorpunum. Hvað finnst bæjarfulltrúanum? Ég veit ekki hvað ég skal segja það. Ég held að það auðvitað var ýmislegt sem mætti betur fara þar. En ég alveg viss það að Selfessingar myndu líka segja það Selfoss. Já, að megi gera meira hér líka. Ýmislegt að ég betur fara þar. Ég myndi vilja sjá það að við myndum að þetta hugsað meira sem heild. Að hagur strandarinnar hagur Selfoss og öfugt. Einmitt, já. En auðvitað hafa þessi staðir Eyrarbakki og Stokkseyri sína sérstöðu sem að þarf að halda til haga og það þarf náttúrulega að passa það að þjónusta þar sé alveg á pari við það sem að gerist uppfrá. Já, auðvitað. Það eru hluti sem að tengjast kannski helst börnunum sem að svolítið svona vantar eitthvað strax í þá. Já. Þau til dæmis börnin niður á ströndinni hafa ekki sömu möguleika til íþróttaiðkunar og tómstunda eins og þau hafa upp á Selfossi. Það náttúrulega, þannig það. Já. Og ég held að við höfum það sé vilji fyrir því að það bara verka að vinna þá til þess að bæta verka að vinna og við þurfum að tína til það sem að betum að fara og vinna í því að reyna að gera betur og ekki spurning. Já, þú lítur björtum augum til sumarsins og lóanum þess að komin. Heldur betur og tjaldurinn. Og tjaldurinn, já. Þetta dásamlegt. Þetta dásamlegt, það ekkert öðruvísi. Viðar Helgason, bestu þakki fyrir að koma hingað til okkar í útvarpið og gangið þér vel í þínum störfum. Takk að kærlega fyrir.